Þá segi ég 47. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Það fyrirliggjandi dagskrá og tillaga breytingar á henni að við bætist liður 3 byggðaráð 47. fundur, liður 12. Kauptilboð Gastaðaflatir, Gastaðalóðir 34 og 5, liður 16 lántaka Brunavarna Rangárvallasýslu BS vegna bílakaupa. Aðri liðir færist til í samræmi og þá legg ég til að liður 9, ársreikningur, verði tekinn fyrir á eftir lið númer 3 til hagræðis fyrir gesti fundarins. Eru andmæli þessar dagskrártillögur, þá skoðast þær samþykktar samhljóða. En áður en að göngum til dagskrá að þá ekki margt að segja það sem hefur gerst á milli funda nema það hefur helst snúist gerð og frágang ársreiknings og að öðru leyti skýrist það með dagskrárfundar eins og það sem kemur fram á honum á eftir. En þá göngum við til dagskrár. Það liður 1, samgöngu- og fjarskiptanefnd, 18. fundur, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest 1.1 vegir í Rangárþingi. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Farið var yfir skýrsluna sem að mestu á formi myndbanda og mynda af vegum í sveitarfélaginu. Mikilvægur þáttur í skýrslugerðinni úttekt á einstökum vegum með tilliti til öryggis og slysatíðni. Sjónum sérstaklega beint að atriðum eins og yfirborðsmerkingum, brotnum köntum í vegum, sprungumyndun slitlagi, breidd vega og akreina, hámarkshraða og hlutfall malarvega. Í kjölfar umræðna á fundinum var ákveðið að bæta nokkrum atriðum í skýrsluna áður en hún yrði gerð opinber en tillaga nefndarinnar að blásið verði til opins íbúafundar sem fyrst samgöngumál þar sem fulltrúar vegagerðarinnar samgöngumála verða einnig boðaðir. Það liggur fyrir tillaga að boðað verði til opins fundar vegamál í Rangárþingi ytra þar sem skýrsla Ólafs K. Guðmundssonar kynnt og forsvarsfólki samgöngumála á landsvísu boðið til þátttöku auk þingmannakjördæmisins. Fundurinn verði haldinn í byrjun maí, sveitarstjóra falið að undirbúa og boða fundinn í samráði við samgöngu- og fjarskiptanefnd. Orðið laust þessi tillögu. Ágúst Kjærsson. Það sem að þeir sem þyrftu að boða á svona fund held ég væru meðal annars formaður samgöngunefndar Alþingis, formaður samgönguráðs eða samgönguráðið, frá samgöngustofu sem er lykilfólk líka, vegamálastjóri og síðan þingmennirnir og þetta samgönguráðherra sem væri gaman að fá á svona fund. Ég held að þetta sé bara brilljant tækifæri að nýta þessa skýrslu okkar núna til að vekja athygli á vegamálum hérna hjá okkur. Það er rétt. Takk fyrir þetta, en svo við höfum margoft rætt í þessum hópi að þá ýmissa lagfæringa þörf svo að vægt sé til orða tekið og ég held að sé fagnaðarefni að reyna að koma þessu í kastið á þetta sið og reyna að sækja einhver endurbætur þessum efnum. En orðið laust, enginn kveður sér ljós, þeir sem að fleiri kveða sér ekki ljós, þeir sem að geta samþykkt fyrir líkum tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það 2.1. Ný reglugerð vegi í náttúru Íslands. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Lögð fram til kynningar ný reglugerð vegi í náttúru Íslands. Rætt mikilvægi þess að halda áfram við flokkun vega og slóða sem farið var af stað með fyrir 15 árum síðan á vegum sveitarfélagsins. Lagt til að sveitarfélagið taki upp viðræður við vegagerðina áframhald málsins. Það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun samgöngu- og fjarskiptanefndar
og sveitarstjóra verði falið að vinna málið áfram. Orðið er lausn þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er það 1.3. Styrkvegir 2018. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Umsókn sveitarfélagsins styrkvegafé til vegagerðarinnar lögð fram en sótt er 13,9 milljónir til 7 verkefna á svipuðu nótum og undanfarin ár. Lagt fram til kynningar. Þá er liður 2. Byggðarráð Rangárþings ytra 4050 fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 2.5. Drjúgangur 18 möguleg kaup. Niðurstaða Byggðarráð Rangárþings ytra. Sveitarstjóra farið að gera tilboð í eignina í samræmi við umræður á fundinum. Tilboðið er gert með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Það var samþykkt samhljóða og vísaði til umfjöllunar málið undir lið 12 síðar á fundinum. 2.13. Skógasafn stjórnarfundur. Niðurstaða Byggðarráðs Rangárþings ytra fundargerð lögð fram til kynningar og fyrir liggur svo hljóðandi tillaga bókun. Nú þegar nýr framkvæmdastjóri tekur til starfa við byggðasafn vill sveitarstjórn Rangárþings ytra nota tækifærið og þakka fráfarandi forstöðumanni Sverri Magnússon frábær störf í þágu safnsins síðustu 2 áratugi. Jafnframt vill sveitarstjórn bjóða Andra Guðmundsson velkominn til starfa og óska honum velfarnaðar í mikilvægu starfi fyrir héraðið. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Samþykkt samhljóða. Liður 3. Byggðarráð Rangárþings ytra 47. fundur vísaði til umfjöllunar ársreikning undir lið 9 sem færist hér á eftir en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki. Samþykkt samhljóða. 3.1. Ársreikningur 2017. Niðurstaða Byggðarráð Rangárþings ytra. Auðun Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi sveitarfélagsins, fór yfir ársreikning Rangárþings ytra fyrir árið 2017. Byggðarráð samþykkir að vísa framlögðum ársreikningi Rangárþings ytra fyrir árið 2017 með undirskrift sinni til endurskoðunar og leggur fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Þá er næst tekin fyrir liður 9, ársreikningur 2017, þar sem ársreikningur fyrir árið 2017 er tekin til fyrri umræðu. Auðun Guðjónsson og Klara Viðarsdóttir munu koma að vera gestir fundarins og fara yfir ársreikninginn með okkur og á meðan að þau eru með okkur á fundinum að þá slökkum við á upptöku fundarins. Þá hafa Auðun Guðjónsson og Klara Viðarsdóttir lokið að fara yfir ársreikninginn með okkur fyrir árið 2017 vegna fyrri umræðu. Það liggur fyrir tillaga með vísa ársreikningnum til síðari umræðu. Orðið er lausnumstillögu, enginn kveður sér ljós, þeir sem geta samþykkt að vísa ársreikningnum til annar umræðu gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 4. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra 127. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 4.1. Hvammsvirkjun, mat á umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar lagt fram til kynningar. 4.2. Hjálmholt, Beindarsholt, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir og leggur til að afgreiðslu
verði frestað þar til brugðist hefur verið við framkomnum athugasemdum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Ég lít svo á að hefði gefið mér til merki að þá séu afgreiðslu skipulags og umferðarnefndar samþykktar samhljóða. 4.3. Eirð, lóð úr landi Haga, Víkislósvatn. Umsókn skipulag. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að undanþága yrði ekki veitt frá grein 532.14 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 fjarlægð frá ám og vötnum þar sem nefndin telur að nægilegt pláss sé til staðar ofan við núverandi bústað. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Það var samhljóða. 4.4. Snjallveinshöfði 1A deild skipulag. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Samþykkt samhljóða. 4.5. Endurskoðun aðalskipulags Rangárþings ytra. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Samhljóða. 4.6. Minnahof, tilkynning skógrækt. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Í samræmi við 7. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdar aðila áform skógrækt á 21 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar að umrædd áform séu ekki líkleg til þess að hafa í för með sér umtalsverða umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skulu framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tilliti til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 ef umsagnar aðila verða jákvæðar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Það samþykkt samhljóða. 4.7. Öldursel, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulags og því sé ekki þörf á lýsingu. Umrætt svæði skilgreint sem landbúnaðarland í aðalskipulagi. Nefndin gerir þó athugasemd við fyrirliggjandi tillögu þess eðlis að sýna þurfi aðkomu að lóðum 1 og 4 á svæðinu, svo ekki komi til ágreinings á síðari stigum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Það samhljóða. 4.8. Urðir, heimildir skipulags. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að áformin samræmist stefnu aðalskipulags og því sé ekki þörf á lýsingu. Umrætt svæði skilgreint sem frístundarsvæði í aðalskipulagi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Það samþykkt samhljóða. Strútur, deiliskipulag við Strútskála. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Nefndin leggur til að skipulagsáætlanir verði unnar í fullu samráði við skipulagsfulltrúa. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Það samþykkt samhljóða. 4.10. Ölver, tilkynning skógrækt 25 hektara. Niðurstaða skipulags
og umferðarnefndar í samræmi við 7. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila áform skógrækt á 25 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd áform séu ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tillit til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 4.11. Ný reglugerð vegi í náttúru Íslands. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar lagt fram til kynningar. Liður 5. Oddi BS 23. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin á öðru leyti til kynningar. 5.1. Ársreikningur Odda BS 2017. Niðurstaða Odda BS. Lagður fram ársreikningur Odda BS fyrir árið 2017 og hann áritaður af stjórnarmönnum. Heildarkostnaður við rekstur Odda BS á árinu 2017 var 838 milljónir. Rekstrarkostnaður kostnaði byggðasamlagsins skipt milli aðildarsveitarfélaganna samkvæmt samningi þeirra í milli. Ársreikningur lagður fram til kynningar. Þá það liður 6. Vatnsveita Rangárþings ytra 54. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 6.1. Ársreikningur Vatnsveitu 2017. Niðurstaða Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps. Kynntur var endurskoðaður ársreikningur Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps BS fyrir árið 2017. Rekstrarniðurstaða veitunnar var jákvæð 25 milljónir króna. Fjárfesting ársins var 37,6 milljónir, sem 11 milljónir umfram áætlun. Stærsta skýring fjárfestingar umfram áætlun að nýtt var tækifæri samhliða ljósleiðaraverkefni og innkaup efnis og röðralagnir en efnisbirgðir við áramót voru 5,3 milljónir. Ársreikningur 2017 var borinn undir atkvæði, hann var samþykktur samhljóða og áritaður af stjórnarmönnum. Lagt fram til kynningar. Liður 7. Húsakynni BS 19. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 7.1. Ársreikningur húsakynna BS fyrir 2017. Niðurstöður húsakynna. Lagður fram ársreikningur húsakynna BS fyrir árið 2017, hann áritaður af stjórnarmönnum. Rekstrarniðurstaða byggðasamlagsins á árinu 2017 var jákvæð af fjárhæð 3,4 milljónir. Samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé í árslok var neikvætt 44,3 milljónir. Samkvæmt efnahagsreikningi. Ársreikningurinn lagður fram til kynningar. 7.2. Eignir í umsjón húsakynna BS. Niðurstaða húsakynna 2.1. Þórustungur. Formaður lagði fram samning við Fish Partners Þórustungur. Samningurinn var borinn upp til atkvæða og samþykktur með 2 atkvæðum, IPG og YKJ, 1 var á móti, 1 KV. Bókun frá Karli Ölfusinni. Að mínum dómi má til dæmis ekki fækka herbergjum eins og samningurinn gerir ráð fyrir. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti samninginn fyrir sitt leyti. Vil ég einhver kveða sér hljós þessa tillögu? Svo ekki, þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 8. Suðurlandsvegur 1-3 HF 37. fundur. Ársreikningur 2017 S1-3 HF. Niðurstaða Suðurlandsvegar 1-3. Kynntur var ársreikningur fyrir Suðurlandsveg 1-3 HF
fyrir árið 2017. Rekstur niðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld var jákvæð en tap ársins var 16,6 milljónir samkvæmt rekstrarreikningi. Skuldir lækka á milli ára og eigið fé í árslok nam 449,8 milljónum samkvæmt efnahagsreikningi. Ársreikningur 2017 var borinn undir atkvæði, hann var samþykktur samhljóða og áritaður af stjórnarmönnum. Ársreikningur lagður fram til kynningar. Þá förum við yfir lið 10, þar sem liður 9 hefur verið afgreiddur. Kauptilboð gastaðalóðir 39 og 40. Tillaga að taka kauptilboðinu og fela sveitarstjóra að ganga frá sölunni. Orðið laust með tillögu, engin kveður sér hljóðs. Þeir sem að samþykkja tillöguna gerir merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Orðliður 11. Kauptilboð gastaðalóðir 47. Tillaga að taka kauptilboðinu og fela sveitarstjóra að ganga frá sölunni. Orðið lausnöðustillögu, engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 12. Kauptilboð gastaðalóðir 34 og 5. Tillaga að taka kauptilboðinu og fela sveitarstjóra að ganga frá sölunni. Orðið lausnöðustillögu, engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 13. Þrúðvangur 18, möguleg kaup. Eigendur Þrúðvangs 18 hafa gert sveitarfélaginu gagntilboð upp á 26 milljónir króna fyrir eignina. Tillaga að taka kauptilboðinu og fela sveitarstjóra að ganga frá kaupunum. Orðið lausnöðustillögu, Margrét Harpa gjör svo vel. Já, mér langaði bara að spyrjast fyrir þetta kom fyrst inn á fund hjá okkur núna í mars. Og þá nefndi ég að við þyrftum að fá upplýsingar fjölda, sem sagt hvað þyrfti mörg pláss, hvað væri væntanlega mörg leikskólabörn á næsta ári, hver væri raun þörf og hvort að rýmin sem að væri núna væru fullnýtt. Ég veit ekki hvort, ég hef ekki séð þessar upplýsingar, þannig að ég svona, já, ég þykir þetta að vera svolítið fljótræði að ætla að fara að kaupa þetta hús með hugsanlega stækkun með leikskóla í huga. Ég hugsa við þurfum að hugsa þetta aðeins betur. Þetta verður svolítið ráðræði. Takk fyrir þetta. Má ég vísa þessu til þín Ágúst sveitarstjóri? Já, góðu til. Fjöldi barna, það er allavega ber allan saman það að það er ljóst að við munum lenda í vandræðum innan tíðar. Það hefur svo sem verið ljóst lengi að við þurfum að vera undir það búin að opna nýja deild við skólan hér rétt eins og við þurftum að gera upp á Laugaveginum. Og eftir að fara yfir þetta með leikskólastjóra náttúrulega oft þá er það ljóst að við þurfum að geta verið undir það búin að opna deild með tiltölulega skömmu fyrirvara. Það er auðvitað að fjölga fólki hjá okkur mjög mikið. Bara á síðasta ári hefur fjölga fólki hérna það slagar hátt í 80 manns. Það er mjög mikið hjá okkur, þannig að það getur gerst dálítið hratt að við þurfum að taka, ef við ætlum ekki að setja uppi með það að fólk kom ekki í börnunum sínum á leikskóla, þá getur það gerst mjög hratt að við erum í vandræðum með pláss. Þannig að þessi leið er nú farin bara til að tryggja það að við lendum nú örugglega ekki í vandræðum. Þetta er svona í stöðunni besta leiðin, þó svo að örugglega viljum við öll byggja bara leikskóla þegar bara nýjan. En það verður auðvitað ekki hrist frá erminni eða gert á nokkrum mánuðum, þannig að við þurfum að standa klár með lausnir innan skemmri tíma heldur en það. Þannig að, og fyrir utan það þá virðist þetta vera
ágætis hús og vel staðsett og örugglega ef við þurfum ekki á þessu að halda eða þegar við byggjum leikskóla við getum selt þetta aftur. Þannig að ég lít nú á þetta bara sem ágæta fjárfestingu líka fyrir sveitarfélagið. En ég er nú ekki sammála því að þetta sé svona ráðist í þetta á einhverju bráðlæti eða bráðræði, alls ekki. Þetta er nú að við lífuðu máli sko. Sem við fórum að skoða þetta. Við vorum búin að reyna að vera með sem sé leikskóladeild í húsnæði sem við eigum í gamla pósthúsinu. Tókum þar íbúð sem við eigum og í rauninni eins og þið munið. Gerðum þar, settum þar upp eina deild en það er mjög óhentugt húsnæði fyrir leikskólan og bara ekki hægt að bjóða upp á það. Þarna er hins vegar húsnæði sem er með mjög auðveldum hægt að gera ágætt fyrir nýja leikskóladeild. Þannig að það er nú hugsunin þessu. Orðalaust. Svo vel Margrét Teppa. Já, takk. Já, mér líst svo sem vita þörfin er mikil fyrir leikskólahúsnæði en ég svona velti því fyrir mér hvort að þetta sé samt hentugasta lausnin ef við hugsum þetta sem leikskólahúsnæði. Það er þarna tilboð upp á 26 milljónir en það er ekkert svona rætt eða það er engin einhvern veginn útlistun á því hvað myndi kosta að standsetja þetta og tengja við núverandi leikskólahúsi þarna megin götuna. Og það væri svolítið fróðlegt að sjá kostnaðaráætlun hvað það varðar því að stundum er kannski betra að láta sig hafa þröngan húsakost og reyna að vera með svona kannski reddingar í því húsnæði sem við eigum heldur en að vera setja töluverða fjármuni í húsnæði sem er samt skammtímalaust og verður kannski þess valdandi að það verður ekki byggður leikskóli hérna næstu 10-15 ári af því að þetta grá sleppur og það búið að leggja mikið af fjármuni í þetta. Þannig að þetta er bara svona vangavelta þess vegna finnst mér að það ætti að skoða þetta betur. Við þyrftum að fá meiri upplýsingar á til dæmis bara næsta árs þörf. Hún liggur nú svona nokkurn veginn fyrir. Takk. Takk fyrir þetta. Ég tek nú undir það er alltaf gott að hafa einhverjar fjárhagsáætlanir en gott að hafa tölur en það liggur auðvitað fyrir hvaða börn eru að koma í leikskólan og við vitum það nú nokkuð megin hvað verður ásóknin í leikskóla núna í haust og næstu árin eða minnstakosti næsta árið og getum gefið okkur eitthvað fram í tíman en við höfum ekki heldur kostnaðartölur yfir hvað kostar nýr leikskóli og þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að gera og þetta er eitthvað sem við þurfum bara að fara yfir og er bara mjög eðlilegt mál að ræða og reyna ígrunda sem best en besti kosturinn er í mínum huga. Það geta ekki boðið foreldrum upp á leikskólapláss. Við höfum aðeins lent í því að þurfa að senda börn heim af leikskólum vegna þess að við höfum ekki mannskap. Það ráðum við illa við. En að þurfa síðan að fara að neita börnum inngöngu í leikskóla þó við höfum nægan mannskap vegna þess að við stöndum okkur ekki í stykkinu með að hafa húsnæði, það þætti mér verra. Og það er auðvitað þannig að þetta húsnæði er til sölu núna og það hentar einstaklega vel til þess að bjarga málunum en ég tek undir það líka að þetta er auðvitað ekkert annað en björgun. En betri kostur er það samt heldur en að vera bjargarlaus og ekki vil ég verða valdur af því að foreldrarnir verði bjargarlausir. Þannig að umræðin er góð og ég held við eigum að velta þessu fyrir okkur áfram og reyna að reikna okkur út hvað þetta muni kosta og hvernig við getum komist fram úr þessu og að sjálfsögðu tekið undir það með Ágústi að það þarf að huga því að byggja nýjan leikskóla til lengri framtíðar og það er þetta alltaf besti kostur að hafa glæsileg og góð húsakynni fyrir börnum okkar. En orðið laust. Vorunda. Sigdís, gjör svo vel. Já, ég er aðeins að horfa líka, ég er sammála öllu sem þið segir, en ég er aðeins líka að horfa á starfsfólkið.
það þarf að manna svona deild. Við viljum fá faglegt fólk í vinnu. Þetta hefur allt svona keðjuverkandi áhrif, sko. Ef við erum ekki með húsnæði, jafnvel leiguhúsnæði fyrir fólk til að prófa að vinna hérna, þá fáum við það ekki hingað og þá endum við á því að, þetta hefur, keðjuverkandi áhrif og þar að leiðandi hefur við bara ófaglegt fólk í leikskólanum, sem er svo sem ekki slæmt þannig en kröfurnar eru miklar og ég hef bara pínu áhyggjur af, pínu, ég hef svolítið miklar áhyggjur af að við náum ekki að manna svona deild, sko. Við viljum það náttúrulega besta fyrir börnin, sko. Nákvæmlega. Ágúst. Já, ég kannski bæta við að við erum að skoða þetta húsnæði svolítið vel, sko, með starfsmönnum sveitarfélagsins, hvernig húsnæði þetta er. Þetta er þannig að það er mjög, þetta er allt, þetta er innréttað þannig að það er auðvelt að breyta þessu. Það er að segja, þetta er í rauninni bara svona kassi, þetta hús. Og það er með tiltölulega einföldum hætti, væri með tiltölulega einföldum hætti að tengja saman gamla leikskóla sem við erum að nota núna og þetta hús. Það stendur auðvitað bara hér í því. Og það er ástæðan fyrir því við erum auðvitað með þetta hús sem ekki eitthvað annað í huga. En allt kostar þetta, það er auðvitað alveg ljóst. Við vitum það að þegar við opnum nýja leikskóladeild upp á Laugalandi þó svo það væri í rauninni í mjög góðu húsnæði. Það er að segja, það var prýðilegt húsnæði fyrir, að þá kostaði það okkur samt fullt af peningum. Og allt í allt, getum við sagt 10 milljónir eitthvað svona. Þannig að það er ábyggilega, við værum örugglega að leggja í einhvern svoleiðis leiðangur aftur, sko, með nýrri deild, það er alveg ljóst. En það sem maður er líka að horfa í, af því að þetta hús stendur við hliðina á gamla leikskólanum sem við erum að nota og erum með eina deild, að það er auðvitað ekki fullkomin aðstaða þar heldur í þessum gamla leikskóla og maður sæir fyrir sér að það væri kannski hægt að bæta dálítið úr aðstöðu til dæmis starfsmanna með því að tengja saman þessi hús. Þannig að það sé möguleikar í þessu líka sem er gamaldags, sko. Og meðan að við erum ekki komin nýja leikskóla. Þannig að í mínum huga er þetta besta lausnin sem við höfum svona í augsýn. Það er að tryggja okkur þetta húsnæði til að við séum örugglega ekki í allavega vandræðum með þann þátt. Síðan er það auðvitað starfsfólki sem það er auðvitað eitthvað sem við erum að fást við allan dag. Það er að hafa fulla mönnun á leikskólunum okkar. Það hefur verið auðvitað ákveðið vandamál á köflum. Og sérstaklega er þetta að ná í faglegt fólk og við þurfum auðvitað að halda áfram að vinna í því, finnst mér. En það allavega gerðist til dæmis þegar við opnuðum nýja deild á Laugalandi að þá náðum við að manna hana. Ég var ekki viss um að okkur tekist það. Og við munum auðvitað reyna til þrautar í þessu líka ef við þurfum að opna nýja deild þar sem mér finnst alltaf líka benda til. Tekur þetta Sólrún líka til söl? Ég bara velta fyrir með einmitt þetta hvort að við þurfum að gera þetta akkurat núna en húsið er eins og það er að segja laust núna. Ef við myndum kaupa þetta hús þá verðum við ekki eins og við séum að fara í framkvæmdir alveg strax og ef það dettur í hendunar á okkur betur laust eða eitthvað þess háttar þá gætum við eflaust selt þetta hús aftur, myndi ég halda, ég er náttúrulega ekki sérfræðingur á því sviði en bara upp á að geta tryggt sér þetta hús á þessari lóð á þessari stundu af því að það er í boði sem bráðabirlaust. Það var að því ég var stökkva á tækifærið sem að kannski breytist, ég veit ekki, kannski ógáðulegt en ég tel að þetta sé góð hugmynd. Fyrir þetta orðið laust. Fleiri hafa ekki hvert sér ljós og ber ég upp fyrirliggjandi tillögu. Þeir sem ekki geta samþykkt tillöguna gefið merki. Einhverjir á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá.
Þá fyrir við í 14. lið. Ef ég má, okkur langar að setja bókun bara við, Gjörðu svo vel. bókun við hjásættu, útskýra hjásættu. Senda, 13. stendur bara eins og vonandi og bara skugsa. Breytti ekki umræður. Það var að komið, ekki? Þegar ég sé hana, Það er ekki rétt að nota tíma Já, ekki lesa hana bara upp, já. Gjörðu svo vel. við það bókun álista. Fulltrúar álista eru sannarlega fylgjandi því að tryggt sé leikskólapláss fyrir öll börn í sveitafélaginu 12 mánaða og eldri sem þess óska, en telja að greina þurfi fyrirliggjandi þörf og framboð á leikskólarými í sveitafélaginu áður en farið er í frekari fjárfestingu í skammtímalausnum sem kaup á þessari fasteign væri. Frekar ætti að hefja vinnu við staðsetningu og byggingu nýs leikskóla á Hellu með framtíðina leiðarljósi, þar sem fyrir sér er að núverandi húsnæði anni ekki framtíðar fjölda leikskólabarna í sveitafélaginu. Undir þetta skrifa Inga Karl Jónsson, Margrét Harpa Guðmundsdóttir og Sigdís Oddsdóttir. Svo fyrir þetta. Er ekki lagi að halda áfram og setja þetta ekki bara inn og... Jú, þetta er komið bara. Ég hef bara sýnt ykkur þetta hérna. Þetta er bara klárt. Klárt að enginn ástæða til að beða eftir þessu. Frekar, þá förum við í 14. lið. Erindi og fyrirspurnir frá álista. Viljið þið að ég lesi þér upp eða viljið þið það voru fyrir þeim? Já, þess að bara ég veist. Það liggja fyrir í 5 liðum. Það er í fyrsta lagi. Óskað er eftir sundurliðum upplýsingum heildarútgjöld Rangárþings ytra vegna greiðslna til aðalfulltrúa í sveitarstjórn sundurliðað eftir árum frá 1. júní 2014 til 1. apríl 2018. Með heildarútgjöldum er átt við föst mánaðarlaun, auk fastra greiðsla og breytilegra greiðsla til aðalfulltrúa, þar með talið bílastyrk, síma, netkostnað, annar kostnað, auk ferðarkostnaðar og dagpeninga. 2. Óskað er eftir að sveitarstjóri afli gagna gjaldskrár og bókhald vegna útleigu á sölum þeirra félaga eða félagasamtaka sem óskað eftir styrk á móti álögðum fasteignagjöldum. Óskað er eftir gögnum fyrir árin 2014, 2015, 2016 og 2017. Gögnin verði lögð fram á næsta byggðarráðsfundi. Í þessu samhengi er nefnt. 3. Hvenær er áætluð opnun gámasvæðis í Þykkvabæ? 4. Óskað er eftir lista eignir, lóð, lönd, hús, íbúðir og eignarhlutar í félögum sem eru til sölu. 5. Hver er staðan á riftun kaupa Bíókraft EHF á landi sem sveitarfélagið átti? Undir þetta rita Inga Karl Jónsson, Margrét Harpa Guðmundsdóttir og Sigdís Oddsdóttir. Það liggur fyrir tillagan að fela sveitarstjóra að taka saman svör við fyrirspurnum og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Jafnframt er tillaga að sundurliðaðar upplýsingar undir lið 1
nái aftur til 1. júní 2010. Orðið laust þessar fyrirspurnir og fyrirliggjandi tillögu. Enginn kveður sér hljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefi merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 15. Endurnýjun samnings vikurvinnslu. Jarðefnaiðnaður EHF hefur óskað eftir að endurnýja samning vikurvinnslu sem rennur út á þessu ári. Tillaga að fela sveitarstjóra að taka saman minnisblað málið og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Hljóði lausn þessi tillögu. Ágúst sveitarstjóri gerir svo vel. Þessi samningurinn er búinn að vera í gildi dálítið lengi, en hann rennur út í lok þess árs. Þannig að það er aðeins tími, þetta er ekki alveg að bresta á, en þessir aðilar sem sé fannir að láta vita af sér og vilja skoða með endurnýjun. Og ég held að sé bara ágætis tækifæri til að bara aðeins fara yfir þetta. Hvernig hefur þetta reynst og hvernig standa þessi mál. Allt með jákvæða formerkjum, sko. Þannig að bara aðeins að taka stöðuna á þessu. Verður þetta Ágúst? Ekki? Já, Þú gerir svo vel. Já, við ræðum þá bara þennan samning á því, en mér svona eitt sem að stakk mann svona, það er tímalengdin á þessu. Þetta þýðir það ef að þessi tímarammi er settur á þetta, þá er þetta 60 ára tímabil sem að búið er að helst það sem mann svona vildi skoða. Takk fyrir þetta, Ágúst, gerir svo vel. Óttið ég benda á að það er þessi gamli samningur hér, það er hægt að skoða hann í fundagögnunum og þannig að bera þetta eins saman. Þetta er nú samt eiginlega, það sem þarna er eiginlega bara áframhald á því sama. En það er tækifæri bæði til að skoða hvað við fengið greitt fyrir þetta og eins hvað hefur þetta þýtt bara á svæðinu. Hefur þetta verið til góðs og er þetta þess virði og allt það. Takk fyrir þetta, ég tek undir það. Þetta er áhugavert og nauðsynlegt til skoðunar. Þetta er hægt að hafa ýmsar skoðunar á þessu eðlilega, hvort að þetta sé til góðs eða hvort að það stefni í einhvern óöfni með þetta eða hvort að þetta sé takmörkuð auðlind og að hvað miklu leyti og þar fram undir götunum. Þannig að ég bara fagna því að þetta verði tekið til skoðunar og farið yfir kost og galla þessa og opnuð umræða mál. Nákvæmlega eins og okkur segir með jákvæðum hætti. Því að ég held að samstarfið hafi gengið skínandi vel og ekkert út á það að segja og verið staðir allar hluti sem ekki veit betur. En það er tillaga að fela sveitarstjóra að taka saman minnisblað málið og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Orðið lausn þessa tillögu. Enginn kveður sér hljós hana. Þeir sem að geta samþykkt hana gefi merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá er að liður 16. Lántaka brunavarna Rangárvallasýslu vegna bílakaupa. Ósk ábyrgð sveitarstjórnar vegna lántöku brunavarna Rangárvallasýslu BS í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun byggðarsamlagsins. Sveitarstjórn Rangárþings ytra að tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með að veita veð í tekjur sveitarfélagsins vegna lántöku brunavarna Rangárvallasýslu BS hjá lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 10 milljónir króna til 16 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem að liggja fyrir fundinum og eru meðfylgjandi fundagerð þessari. Er veðsetning þessi veitt til samanberi heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Lán brunavarna Rangárvallasýslu BS er tekið til að fjármagna kaup á slökkvibíl og tækjum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt Ágúst Sigurðssyni, kennitala 31 1064 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Rangárþings ytra veitingu ofangreindrar veðtryggingar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu tryggingar þessarar. Orðið er lausnarstillögu, engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 17 fundargerð 858. fundar. Samband íslenskra sveitarfélaga. Já, þetta er samband íslenskra sveitarfélaga, ein fundargerðin, en það gat nú getið sér þess til með svona háu númeri. En hún er lögð fram til kynningar. Þá er 18 sortu Rangárvallasýslu 193. stjórnarfundur. Óttuði. Það sem þú ert með, þetta eru fundargerðir sem að þetta er sem sé síðasti liðurinn á dagskráni. Heyrðu, dagskráni er tæmd, ég var komið fram úr mér. En það gekk svo skínandi vel. Það var ekki undur að reyna að afkasta einhverju sem var rétt fyrir kosningar. Enda allt á síðasta snúning. En dagskráni er tæmd. Ég þakka ykkur fyrir góðan fund og að lokinni yfirferð á fundargerð og undirritun á henni, þá segi ég fundi slitið.